Hvernig ætli sé að vinna á olíupalli og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur af því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann kominn til mín, Steingrímur Ólafsson, ertu velkominn. Takk fyrir. Hvar vinnur þú? Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuiðnaðinum, þar út á Bólpellum. Já. Og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem sagt sendi mig svona á hina ýmsu palla í þeirra eigu allan Noreg. Nú. Allt frá Hammerfest og til Stavanger. Já. Ég heldur sem sagt á þessa staðu svo ég færið út á Bólpellana þaðan. Já. Hvernig kom þetta til? Já, það kom hér hrun. Já. Og þegar upp að staðið það var eiginlega ekki voða mikið fyrir mig að gera. Ég hafði sem sagt skellt mér á sjóinn og náði að missa hérna framan af loppunum þar. Nú, það þannig að maður sér það? Já, þetta er pínu lítið svona. Akkurat. En Lentir í vinnuslysi? Já. Og hérna, svo gerði ég bara líkt og allir aðrir. Það fara svona að tók hvort að Noregur væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem þetta að vinna þar á hafnarskrifstofunni hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á Bólpellana. Já. Og svo sem sagt hugsaði með mér ef ég get sendt vörurnar út þá hlýti ég að geta sendar inn líka og sótti þannig sem sagt hjá einu fyrirtæki og fekk fyrir rest. Já. Og við vorum þarna þrjú sem voru valdir þarna úr 1700 manna hópi. Nú. Þannig að þetta hérna tel mér bara hafa verið nokkuð góðan, sko. Veitu, hvað þarf maður að uppfylla? Já, ég sem sagt í starfi sem ég í, sko, þar að senda vörur fram og tilbaka í logistikkinni. Og þá svona betra að hafa eitthvað smá grunn í henni. Og ég lærði sér upp í gamla tækniskóla, lærði ég iðnrekstrarfræði og hérna... Iðnrekstrarfræði? Já, með aðaláherslu á sem þetta flutninga og framleiðslu, þannig að þetta smeltpassa í þetta og svo hafði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir Hraðfrystúsan á Akureyri. Já. Að vinna þar sem sagt á innkaupadeildinni þar og allt hjálpaði þetta til og svo þetta hálfsmannar úthöld í einu. Já. Og þeim fannst ég nokkuð góður, sko, að eftir að hafa upplifað það að vera upp undir 7 til 8 vikur á sjó á þess að koma í land þá kannski tildi ég 2 vikur og svo leiti þess að bara eitt öðru. Þetta náttúrulega stórmerkilegt, sko. Þannig að það gert ráð fyrir því að það skapist sálfræðilegt álag við þessar aðstæður. Já, og hérna, þetta alltaf mikil vinna og má eiginlega ekkert út að bera. Nei. Og alls konar veður eins og gengur en samt svona, ég meina það getur verið dálítið stress. Er þetta kalla heimur? Já, svona 90% karlar. Já. Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem vinna náttúrulega aðeinslega í þjónustustarfum, eldhúsi og þvottum. Já. Því að það konur, sko, sem komast þarna í hærri stöður. Já. Að þær þurfa eiginlega að kunna og geta mikið meira heldur en við kallarnir. Nú, hvað svona? Já, það svona, olíuiðnaður eitthvað svona karlægur iðnaður hefur alltaf verið. Og var þannig náttúrulega í marga áratugi að litið svo á konur eftir ekki heim í þessu. Já. Og þannig til þess að komast inn í annað en að skúra og elda mat. Já. Að þá þurfti það að vera svona dálítið betur en karlarnir og ég hef bara séð þetta sjálfur að hérna þær þurfa eiginlega að standa sér betur. Já, en ekki líka bara einhver áhyggjur að í einhverjum svona einangruðum svæðum eins og olíupalli að það auki líkurnar á bara kynlífi og einhver rugli að blanda kynninum? Nei, þetta fólk er bara að vinna þarna og hérna og 12 til 13 tíma á dag og hérna þannig að þetta ekkit svall, sko, þetta ekki svo í bíómyndunum sem maður sér hérna sem satt einhverja unga stælta sprengilega menn í smekkbuxum byrjar á ofan, sko, og allir í olíu, þetta ekkit svoleiðis, sko. Þetta var gáleysisleg spurning hjá mér. Heyrðu, en hérna, sko, þannig að þú ert einn af 3
sem fær þarna jobb Já. og gríðarlega stórum hópi og sem þýðir það að þetta er eftirsótt. Já, mjög svo. Er þetta mjög vel borgað? Það er allt í lagi borgað sko, en það sem er hérna svona það sem sækjast mest í, það er að vinnutarðirnan yfirleitt sko, að maður er 2 vikur í vinnu. Já. Og svo á maður 4 vikur í fríi þess á milli. Nú vinnur 2 vikur og fær 4 vikur í fríi? Já. Þannig að þú ert að vinna allan sólarhringinn þegar þú ert að vinna? Já, ekki, er það allan sólarhringinn. Og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest í manni, sko, það því að nú ferðast allan milli á þyrlum. Já. Stundum er ekki flugfært. Nei. Og þá detta mig strax yfir á yfirvinnu og svo allir menn kallar aukarlega út og annað svona ef þarf. Já. Og ef ég skil þig rétt, sko, þá ert þú svolítið þarna sem menntaður maður? Nei, ekki beint. Það hjálpaði til. Það hjálpaði til við að fá vinnuna, en þú ert samt bara maður á dekki eins og hinnir, eða hvað? Já, ég er bara þarna sem sagt, þetta er svona einmannleg starf sem ég er í. Hérna maður lítið sem maður er mikið einn, sko. Já. Ég er þannig með skrifstofu og sem sagt sé lagarinn líka. Já. Og panta inn vörur og koma þeim á réttan stað og þetta samskiptin alltaf sko að það þarf að panta eitthvað orðið inn. Ég ákvað ekki bara svona á sunnudagsmorgni þegar ég er undir skapið að panta aðalvél, heldur verði ég að fá upplýsingar það einhvers stað frá og hérna bara vinda út því upplýsingar ég það í gegnum tölvuna sko og hérna þannig að sko já ég er svona eina stöðugildi um borðhelgi það sem er alltaf mikið að vefla steinir. Já, og hérna sem hérna betur fer segja sumir sem þekkja mig vel. En hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og... Ég er búin að vera í þessu, ég fór þarna út sko 2011 og var þarna í hérna 9 mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu og svo reyndi ég mig bara beint í þetta. Já. Þið líkar augljóslega ekkert illa? Nei, og svona taka norðmenn manni afskaplega vel og hérna líta svona á manni eins og hérna lítinn frænda og finnst þér alltaf að tala algjör fróknarmál, sko. Já. Þannig að hérna... En eru það langmest innfæddir norðmenn sem eru að störfum á þessu börjum? Nei, það er svona alltaf langstærstum hluta. Og svo sko, þetta skiptist aldrei sko borðpælurinn sem borðpælarnir sem reknir þarna í Noregi, að stór hluti þeirra sem að vinna á borðpælarum sem sagt við þessi daglegu störf, rafvirkjarnir og svo þarna fólk sem að vinna í glussa og borunina, fólk á dekki, yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar, að stærsti hlutin er norðmenn sem koma að þessum svo kallað daglega rekstri og viðhaldi. Já. En svo sem sagt er eins og þarna borðpællarnir leigðir mennast til Equinor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið. Já. Og þá eru þeirra kannski að fá inn alls konar sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku, meira að segja Íran hef ég verið með. Og þeir eru á vegum fyrirtækjum eins og Baker Hughes og Halliburton og Slumberger og svona verður þá sérhæfðir í þáttum varðandi borunina. Já. Hvað eru margir pallar þarna? Þetta er í Norðursjó, er það ekki? Jú. Já. Hvað eru margir pallar? Veistu það? Sko ég er ekki, ég veit bara það eru 10 sko. Það eru 10. Sem eru þarna. Og eins og þú sagðir að þú flakkaði á milli sumraðar. Já, sem innan sama fyrirtækisins. Já. Og svo er það önnur fyrirtæki og svo er náttúrulega Skotlands og Englandsmegin, olíuvinnsla og gass. Já. Og eins og staðin er núna, þá er bara erfitt orðið að fá olíuborðpalla, sko, þannig að það er mikil eftirspurn akkurat núna og. Já. Og er olíuframleiðsla Norðmanna á pari við það sem verið hefur, eða? Þeir eru að bæta í. Já, þeir eru að bæta í. Já, það hérna. Út af Íransstríðinu, eða hvað? Já, byrjaði alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland af Evrópusambandinu. Já, það byrjar þá. Já. Og þá allt inn uppgötta menn að það kannski vantar eldsneyti. Já. Og svo kemur Íransstríð ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna. Já. Og þeir hafa stóraukið við gasframleiðslu sem dæmi og hérna og voru mitt gagnrýndir það
fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo ansið hreint vel á stríðinu í Úkraínu. Já. Og hérna áttu víst að fara að dæla peningum úr olíusjónum tilbaka og hérna en þeir eru nú fastheldur á fíanólmenn þannig að það gengur hægt. En er ágætt sátt þetta innan Noregs? Olíuiðnaðinn? Já. Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko, bara mikilvægur þáttur í öllu atvinnulífi. Þetta er ekki bara þeir sem eru út á borpöllunum. Þetta er náttúrulega þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélag og allt. Þetta er náttúrulega bara... Og eins og Norðmenn segja nú sjálf, við framleiðum grænustu olíu í heimi, þannig að þetta hlýtur að vera mikið sátt. En sko, Norðmenn eru konir lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla. Þeir eru konir lengra heldur en nokkur önnur þjóðið að segja bless við hérna jarðefnaeldsneyti á bíla. Þannig að þetta er pínu áhugaverð staða. Sko, ég man þegar þetta var nú að byrja hérna, sko, þá þótti enginn, sko, forstjóri olíuvinnslu eða bórunarfélags maður með mönnum eftir dýra Tesla, sko. Já, það var alltaf stöðutak líka. Svo er náttúrulega almenningu bara að nota þetta í meira mæli og hérna, nú er það vel. Og olíusjóður er náttúrulega stór merkilegt fyrirbæri, þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar? Nei, sko, þetta er hugsað sem Norðmenn vita náttúrulega olían minn einhvern tíma klárast eða fer að draga úr því að hún verði unnin. Hvenær heldur það verði? Já, það er alltaf erfitt að segja það, sko. Þeir hljóta eitthvað að vera að ræða það innan fyrirtækisins, að vera með einhverja sýn? Já, en þetta er náttúrulega bara, sko, við sjáum bara hvað er að gerast núna í árásum Bandaríkjanna og Ísraels á Íran. Þá lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi til annarra landa frá Persaflóasvæðinu. Og þá allt í einu sjáum við það bara svart að hvítu ef það er skrúað algjörlega fyrir olíuvinnslu. Við ráðum bara ekkert við það. Það verður að gera þetta frekar hægt og rólega en alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að hérna það er ómögulegt að segja til hvernig þetta verður en þetta þarf eiginlega að verða fyrr en seinna. Fyrr en seinna? Já, þarf eiginlega að verða fyrr en seinna. Ertu þá að horfa til umhverfismála? Já, og hérna... Er það einhver leyti flóki fyrir þig að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni? Já, sko, ég hef stundum verið, þegar ég er út á borðpalli þá hérna er ég hérna umhverfis enda sinnin á pallinum, sko. Ok. og hérna... Þú áttir ekkert marga skoðanabræður, kannski? Nei, eiginlega engan. Ok. Og hérna, já, það hafa ekki hátt það. Nei, ég skil. Og hérna menn alltaf benda á það og hérna, til þess að ég geti talað í síma minn, þá þurfi ég olíu og hérna, þannig að framleiti meira og minna úr olíum. Og hérna... Það notar hver sitt. Já, alls konar rögg fær til og svo erum við eins og segir, sko, að framleiða grænustu olíu í heimi. Það við flokkum sorp svo vel og gömgæfilega. Þannig að það er ýmislegt í þessu, sko. Menn færa alls konar rögg fyrir þessu og svo náttúrulega líka er þetta bara eintómir heldisvillisingar, sko, sem halda það að hlýnun jarðar hafi eitthvað að gera með hérna. Já, súröld er alveg áberandi. Já, það er ekki kannski beint áberandi en það heyrir það líka. Sko, ég nefnilega hef akkurat bara núna á síðustu vikum verið að heyra fólk tala að fyrirætlanir til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir að geta keypt nýjan bíl sem er knúður áfram að jarðefnaeldsneyti. Ég man ekki hvort það var gert ráð fyrir 29 eða 30. Já, eitthvað svoleiðis, já. Að sko, þetta sé mögulega á einhverju hreyfingu. Og sumir tala Hormúzsundið og Íran og þetta sem þú ert að tala en aðrir segja bara að það séu aðrar ástæður fyrir því að við getum ekki hörfað jafn hratt undan olíunni eins og við héldum. Hver er umræðan þetta í Noregi? Og það sem er hérna, sem er að sjá alltaf betur og betur að hérna að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu. Nei. Því að hérna allir skipaflutningar sem náttúrulega er alveg milli heimsálfa og landa, að þetta fer allt, gerir ekkert nema að hafa dísilolíu á skipin og eins með gasið. Fiskiskipaflotun okkar, það gerist ekki með dísilolíu.
þú ferð ekki út í búð og kaupið brauð nema það er búið að flytja með dísilolíu í bílum. Já. Námuvinnsla, með þess að olíuvinnsla, ég þarf að panta svona 400 til 600 tonn af dísilolíu á viku og til þess að keyra pallinn áfram. Þannig að þetta er ekkert smá svelgir og nú er námuvinnslan eins og ég segi og þar erum bara það hreyfist ekkert í heiminum sem sagt án hennar. Þrátt fyrir allar þær tæknibreytingar sem orðið hafa. Já, og svo náttúrulega er ekki olía bara olía sko. Nei. Þetta er svona heavy krút og light krút og krút og svo er unnur þessu sem sagt sum olía sem hefur verið að vinna þetta hendar vel í sem sagt að í olíuhreinsunarstöðvunum til þess að búa til bensín og flugvélaeldsneyti og svo er önnur sem hentar betur þá til að framleiða dísilolíu. Og þetta er bara mjög flóknir ferðlabæði hvað var efnafræði og eðlisfræði og sjálf eins og Bandaríkjamenn þeir eru að flytja inn daglega 6,5 milljón tunna af olíu og flytja 4 milljónir út. Því að olían sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágætlega til að framleiða bensín og flugvélaeldsneyti en geta ekki búið til dísilolíu í. Þá þurfa þeir náttúrulega að efla lýðræðið í Venezuela og olíuna þeirra leið sem var að Gorta Sær held í gær eða síðast höfðinginn í Hvíta húsinu. Þeir Bandaríkjamenn ættu nú olíu sjálfir plús Venezuela og þannig að þetta og sú olía hentar enga vel til að búa til dísel. Þannig að eins og þú varst að segja að þessi olíuheimur er margir heimar. Já og svona ekki alltaf geðslegur. Nei, einmitt. Sko, veðrið borð á olíupalli, hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum? Borpallir? Já, mástu það? Ég hef verið á borpalli sem er svo hálfur fótboltavöllur á stærð. Hálfur fótboltavöllur á stærð. Og svo eru 5 hæðir. Já. Já, þetta er dálítið apparat. Og hvernig leika stormar þig borð? Þetta er kannski 40-50 tonna 40-50 tonna borðpallar. Er það þyngdin? Já. Og svo þegar við erum að bora sko, þá tekur þetta einhverja vikur og jafnvel mánuði. Já. Þá er sem þetta liggja allt sem þess að veturna liggja roða mikið við akkeri. Já. Og eins á sumirinn annað þá er staðsetningunni haldið yfir borholið bara með vélarafli. Já. En fyrir viki sko þá þetta er svona liftist svona eins og lifta bara hægt upp og niður svona ef þetta hreyfist annar borðin. Já. Því að ef þetta hallar mikið sko þá er jafn gott að bara koma sér í burtu. Því að þetta er alveg 60-70 metra háir borðturnar og ef þeir hallar mikið þá er ansi hættið að balansin fari í steik. Einmitt. En það er ekki hægt að bora alla daga ársins? Já, nei, það þarf stundum að aftengja og færa sig. Já. En það er nú alveg hending. Ok, en svo hafa orðið brunar? Já. Er langt síðan það var bruni? Já, þetta er í Norðursjónum, þetta er langt síðan það var orðið ykkur alvarleg slys eða Alexander Sjelland held ég síðast og það eru orðnir 30-40 ár síðan. Hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það? Já, það náttúrulega var menn fór að gera svo meiri kröfur til öryggismála og annað. Því að það var erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hitt, þannig að það gerum það sjálfur. En það talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tíma rekist í einhverja löpp á pallinum og þá komið brestur og alls konar svona fabuleiningar en svo náttúrulega
þegar hann fór að leka þá voru ekki hægt að gera ástæðum til þess að laga ballistina í honum og svona ýmislegt sem þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla bólpalla. Já, eins og þú segir slys bara mjög fátíð í dag. Já, en við verða náttúrulega til slys í þessu og held ég fyrir 10-12 árum þá var ég þarna út jól og þá gerðum við alveg illist veður og þá var bólpallur 3 mílur frá þar sem ég var og hann fekk á sig brotsjó og þetta hefur ekki verið neins smá alda sko vegna þess að hann braut glugga í vistafurum í 30 metra hæð til sjámáli sko og náðu að drepa þar einn mann þannig. Nú, hvað segir þau? 30 metra hæð? Já, þetta er geta gerst hann alveg dýrvillis veður og jú, svo verður náttúrulega en ég verið þarna á þessum borðpöllum ég verða 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp. Nei. Ertu eini Íslendingurinn? Já, sko, ég búinn að vera að heyra þarna af tveimur sem eru farnir með eftirlaun og það veit allir nöfnin á þeim og væntanlega mér líka og ég spurði hvort ég hafi verið með þeim á bólpalli eða hvort ég þekki Þórarinsson eða Jón Sigurðsson og en ég hitt þessum menn aldrei en Íslendingar hafa ekkert verið mikið í þessu. Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa frá það kom þarna ég var þarna einhvern tímann í einhvern bólpalli þarna þá kom þarna til mín Íslendingur sem var verktaki þarna til að vera minna við köfun og þá sagði mér að við værum 40 sem værum að vinna við þetta í heldina í þessu sem sagt að bæði verktökun og svo beint út á pöllunum Já. En þetta er sannarlega að þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir miðað við það sem við þekkjum hér Íslendingar. En maður getur lítið á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku sko. Já, einmitt. Og þú hafðir töluverða reynslu af henni á þessu. Já, svona ykkur 10 ár. Já. Sem þykir þetta ekki mikið. Nei. En þetta fyrir hvaða manngerð sem er ekki einhver svona sálfræðileg þessari einangrun eða því að vera þarna staddur út á Ballarhafi í þinni eigin manngerðu veröld og þú sagði að þú væri tölvöld mikið einn. Já. Þetta er ekki fyrir hvern sem er það? Nei, en sko þess að vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð. Já. Og svo sem sagt skipt um 4 sinnum í viku þá koma þyrlur með áhöfnarskipti sko eða hluta. 4 sinnum í viku? Já. Og þá bara sem sagt kemur alltaf nýtt fólk og þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi og ég veit ekki hvað þetta er ekki með fá alveg ofsalega gott að borða þannig borða eins og sést. Nei, ég sé það nú reyndar ekki. en svo sem sagt fólk sem drífur af manni og eina sem að þarf að gera sé það ágætlega þig. Já, það dröslast með fallapoka með óhreinðum í vaskahúsið og svo séð rest. Já. Og náttúrulega 2 og 3 réttaði hvert mál. Já. Spila bingo á laugardögum. Bingo á laugardögum? Já. Það er nú ánægilegt að heyra. Já. En ættu þið ekki að spila bridge? Væri það ekki miklu gáðilegt? Þetta er allt búið allt svona bridge og skák eftir að símannum komi og sjónvarpinu. Já, spila bridge og skák í símannum bara núna. Já. En bingoið liðið af tæknibreytingarnar. Já, bingoið liðið af tæknibreytingarnar og eru vinningar? Já, þetta eru mjög veilegir vinningar sko. Þetta eru iPhone-ar og flatskjáir sem sagt flatskjáir og alls konar græjur sko. Já. Og Þannig að þetta er hápunktur hverja viku?
Laugardagsbingóið. Já, Laugardagsbingóið. Já, það eru sko, Laugardagum er hérna fastu liður, það er nautastek í kvöldmat. No. Það bara skiptir ekki máli hvar í Norðursjónum það er, þetta er alltaf á Laugardagum og svo bingo á eftir sko. Já, einmitt. Og nammi. Og nammi. Já. Menn gera vel við sig á Laugardagum. Já, það hefur gert vel við okkur á Laugardagum sko. Já. En ertu annars í einhverju svona hóp félagslegri afþreyingu? Eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig? Sko, það er nú eins og oft hérna með okkur reykingamennina. Við rottum okkur oft saman. Já. Því það má nú bara reykja á 2 stöðum um borð. Já. Og þetta er náttúrulega ekki svona til þess að stæra sig af. Nei. En fyrir vikið sko þá erum við þessi fáu sem hérna eftir erum sko í þessum hópi. Já. Við náttúrulega hittumst og verðum eiginlega að tala saman aðeins vegna þess að hérna þannig ekki hægt að bara sitja og þegja og reykja og taka kaffi sko. Nei, þetta er nú gömul saga á ný að þarna verða kynni til sem annars hefði ekki orðið. Já, og þetta er og alls konar fólk náttúrulega. Já. Einmitt, þannig að allra þjóðarkvíkindi. Þannig að þú spjallar við hinna reykingamennina. Já. Þetta er svona mín aðþreng. Já. En ertu einn í K1? Já. Já. Það allir á sérbíli. Allir á sérbíli. Og reyndar var ég nú síðasti túr sem ég var þá var borðpallurinn í Slip. Já. Og upp í Hammerfest og lág við Bryggju. Já. Þá var svo margir viðgerðarmenn og þjónustæðrar að það mér stóð til boða sko að annarkvort að eftir vaktina að keyra til Alta í rútu sem er 2,5 tími í burtu frá Hammerfest. Já. Og svo tilbaka 2,5 tíma. Já. Eða sem það verið svo kallið hot bedding. Þá sem sagt ég var á næturvakt allan tíman. Þá svaf ég á daginn í K1 og svo var Britinn sem var var á dagvakt og svaf þá á næturvakt. Hann svo bara rúlaði með saman dýnunni og yfirdýnunni og sængurfötunum og setti í poka. Og svo kom hann í sína koju og fyrir þetta fær með alltaf greitt ekstra sko. Já. Þannig að víða mandarhólutna sko. En Steingrímur sko, það eru kannski einhverjir örfáir áhorfendur og hlustendur sem að vita það en örugglega ekki margir að pabbi þinn Óli Kommi, náttúrulega landsfrægur karakter. Og þú ólst upp með honum í Vita, var það ekki? Jú, þú ert nú fallin í þá gryfju sem margir falla í að halda ég sé eingetinn. Já. Ég átti líka móðum sko. Já. og sem sagt með þeim upp í meðal annars á Svalva Vita og Galtarvita. Já. Og svo þegar við vorum á Galtarvita þá var ég 12 ára gamall og þá sáu foreldrar mínir að ég var farin að ganga eins og pabbi og tala eins og pabbi og þá var smóður minni kannski komin á af svo góð í bili. Pappa líka það vel held ég sko en þá fluttum við inn á Þingeyri og bjuggum þar til að með móður mín dóð þar. Já. Og svo fór faðir mér seinna á Hórbjörnsvita þegar ég var um 20. Þá ert þú orðin full. Já, þá var ég orðin 20 og naut náttúrulega góðs af því að fá hann leysa einstaklega sinnum af á semrin. Þú gerir það, já. Þannig að hið einangrað og afskekta þetta eru svolítið þínar ær og gýr. Já, sko, ég meina, ég lífi þetta alveg ákveðlega á, sko. Já. Þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þeir nægur. Já, vegna þess að það náttúrulega eins og með Vita náttúrulega, ég þekkti það náttúrulega ekki í raun sko, en það er oft fólk sko sem er með vandamál, alltaf að gerast vitaverði til þess að skilja þau eftir, en þau fylgdu náttúrulega alltaf með í farteskinu og þannig á svona stöðum sko þá þurfum við bara að geta tekið sér bók í hönd og lesið og farið út og skoða náttúruna
Þannig að ég er alast upp á Svalbardvita, tíma sem ég var þar. Og þá var okkur kennt heima okkur bræðurum sem sagt, foreldrar mínir kennt okkur heima og hérna, svo fór ég inn á Þingeyri á vorin að taka próf. Og ég held að það aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég var fluttur alveg 12 ára til hérna að Þingeyri og var náttúrulega fljótur að tilneyka mér það. Og hérna, en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður um miðri viku. Þá máttum við bara vera út að leika okkur og ef það var leiðinda veður í helgar þá var bara að læra og þannig að ég eiginlega mæni ekki eftir neinum að góðu veðri þarna sko. Þannig að ótrúlega sé. Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum send heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluð á það, hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað sko. Það var náttúrulega í sjálfu sér maður væri miklu meira sambandi við náttúruna og náttúruöflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í samfélaginu áður fyrr. Já. Og hérna og náttúrulega ég er alveg upp sem krakki fluttur inn á Þingeyri og þá náttúrulega leið á skólabjallan gæti síðasta skipti á vori. Þá var bara allir mættir í skreiðin og saltfiskin eða frystihúsið. Já. Og hérna, þótti bara eðlilegt, sko. Já. En samt, sko, svo voru þarna svona gamli kallar og kellingar sem manni þótti þá voru kannski 30, ég veit það ekki. Það var bara að kenna mann að vinna. Já. Og hérna, og voru svona yfir badgott fólk. Já. Og hérna, og alveg fyrirgefið þá maður kynni ekki allt. Og hérna. Maður fékk kannski 1 eða 2 daga í sumarfrí, sko algjört frí. Já. Og svo núna þá hérna heyrir maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það séu endalaus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna starfsfólkinu sem samt fer sko í utanlandsferð að vori og aðra hausti áður en skólinn hefst aftur og svona. Það er allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma sko. Já, ég mátti segja þessi æska alveg kolómöguleg sko. Nei sko, hvað þetta varðar þá hefur náttúrulega allt breyst. En við komum líka hvort sem þú skreiðst út úr vitanum eða hvaðan sem þú komst, þá komum við náttúrulega brotin og beygluð. Mörg hver. Fólk sem að fær meðhöndlun í dag og allt það þannig að mér finnst að maður megi bæði tala sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað af því og var til bóta í fortíðinni en við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir sko. Jú, svo náttúrulega sko öllum börnum og unglingum er hollt að vinna sko, svona í hófi. Og þeim finnst yfirleitt gaman að gera eitthvað sem hefur tilgang og ef þú borgar þeim pening fyrir það, þá bara verða þau harðdugleg. Ég féll í þá grif ég fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kall sem gat ráðlagt hérna syni mínum hvernig maður þetta höndla hamingjuna. Og hérna og hann býr út í Noregi sko, er að vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi vera við sig í og hérna er þar með kærustu sem er að vinna þarna eitthvað líka og ég var eitthvað þuð í honum hérna hvernig óskaplega færi nú ekki hérna norður í Norður-Noregi og hérna vinn í laxi eða á sjó eða eitthvað svona alveg peninga eins og þegar ég var ungur já ég segi strákurinn og hérna og varstu hamingjusamur sko spyr hann og ég hvað öflur á mig svo náttúrulega spurði hann sko grundvallarspurningarinnar og hvað eru allir peningar til pabbi þannig að hérna en hann sem þessi kynslóð bara vill hérna bara sem sagt vinna hæfilega umgangast hérna vini sína og líða bara vel. Það margt vitlausara en það. Þannig að hérna með nokkra kynslóð var kannski meira að hugsa að hérna skila nú anskotum mörgum tímum á sólarhring. Já, jú, ætli hérna ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum leggjum það saman og deilum í með 2
ætlum við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel? Jú, Já. það ábyggilega hægt að það er framsóknar leiðina, sko. Já. En sko, heldur þið virkilega að það sé tilviljun að þú ert kannski eini Íslendingurinn að vinna olíuborpalli og borpalli í brjáluðu veðri stundum í Norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum einangraður út fyrsta sæ. Þetta sé að spila eitthvað allt saman, sko. Heldur það ekki? Jú. Er það ekki líklegt? Mjög líklegt, sko. Já, mjög líklegt. Og eins og ég segi, mér hefur aldrei fundist þetta eitthvað tiltöku mál, sko, að Það er eitthvað í þér, örugglega, sem að segir, nú er ég búin að fá nógu fólki, ég ætla aðeins að Já, maður þannig alltaf umgangast einhverja, sko. En hins vegar, sko, þá, eins og þarna úti á borpalli það meira þessum 12, segir fyrirgjöðu 2 vikur í vinnu og 4 í fríi. Að við náttúrulega þegar við upp erum staði, sko, erum við að vinna svona tímafjölda litlu minna heldur en þeir sem er í landi. Já. Og við, sem sagt, erum ekki samfelldu 5 og 6 vikna sumarfríi eins og fólk sem bara vinnur þessa svoköldu venjulegu vinnu. Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu? Nei. Og reyndar illkvitnir vinir mínir segja nú ég sé sumarleyfi 8 sinnum í ári, sko. Já, má ekki alveg færa rök fyrir því. Já. Og Það eru 32 vikur. Já, en svo náttúrulega, sko, ekkert spurt að því hvort það séu jól eða páskar. Nei. Eða hvort að dóttir mín þurfi að felmast eða útskrifast Já. Getur það ekki verið sárt? Jú, það er náttúrulega hundfúlt, sko. Já. Og þannig að þetta er ekki bara Getur ekki skipt neitt borð þegar vakt, eða? Já, þetta er svo helvíti dýrt að að hafa með þannig eitthvað lengur nema sé orðið kannski einhver vika. Já. Og þetta er svona upp á og hendar ekki alltaf fólki. Já. Við erum bara 3 sem er að vinna þetta, sem sagt, 2 vikur í senn hver. Já. Þannig að menn hlaupa ekkert, sko. Nei. Og svo vilja þeir náttúrulega vera heim jól líka. Jú. Og páska. Getur nefnt mér dæmi fjölskyldustund, svona heilaga stund sem þú mistir af? Já, ég er búin að missa af 4-5 jólum, sko. Já. Og hluta til eða öllu leyti. Já. Áramótum og svona alltaf þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr menntaskóla þá gat ég ekki verið við það. Nei. Og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum fyrir nokkrum árum og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn. Nú, þú hefur verið að auka menntið þína? Já, ég sem sagt ánum sundu frístundur borði í borðpellanum. Já. Og hafði verið, eins og ég segja, á sjó og svo náttúrulega einhver svona draumur sem ég hef svona bak við eyrað að eignast kannski mína eigin trillu. Já. Og til þess að maður viti svona hvað maður er og hvert maður er að fara á, hvernig maður komast langað, þá þarf maður einhver smá kunnáttu í siglingafræður og ég ákvað að taka, sem sagt, fyrsta árið svona þá ná mér í einhver réttindi þannig. Já. Svo er þetta bara svo skratti gaman að ég gæti ekki hætt. Bættir ofan á. Þannig að ég er sem búið með kláraði 4 ára nám á gamalsaldri af stýrimannaskólanum og Vel gert. Hvað getur þú stýrt stóru skipi í dag? Sko, já, hafa kunnáttu til þess að stýra ótakmarkari stærri skipa. Nú. En svo náttúrulega er nú ýmislegt meira en það, sko. Getur þú siglt olíuskipi? Sko, já, hafa kunnáttu til þess. Vá. En það vantar töluvert upp á reynslu og svo náttúrulega þurfum við að taka alls konar námskeið og annað, sko. Þetta er ekki, maður hleypur bara ekki í borði. Það þarf að stýra skemmtiferðarskipi eða olíuskipi, sko. En kunnáttan á að vera til staðar, svo veit maður ekki hvort það myndir nú nýtast. Mér finnst þetta mjög flott, ég er sjálfur dæmi mann sem að fór eiginlega fyrst að klára einhverjar prófgráður, sko, bara á 50 og 60 aldri og það er akkurat núna sem ég hef skaman í skóla. Já. Og tengir við þetta. Já, ég meina, ég byrjaði í tækniskólanum, sko, þá hausti til, sko, þá var ég að vinna á Höfn hjá Samskip. Já. Mígandi rigning og
og allt frekar súrt og grátt. Já. Þannig að ég fór í hádeginu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir. Vinnuveitendurnir á Samskip sýndu því mikinn skilning. Já. Þá var ég 25-26 ára gamall. Og svo, sem ég segist, ákveði að taka þennan stýrimannaskóla og tók sko sum prófin með þessu út á borðpalli. Já. Og þar sem sagt þá sendi heitur þetta tækniskólinn í dag líka. Já. Og sendu þeirra prófgögn út á borðpallinn og þar sem sagt sat yfir mér skipstjóri eða stýrimaður ég var að taka þetta. Já. Og þeir sko eru mikið strangari heldur en nokkuð tímann þegar maður er að taka próf í skólanum sko. Já, er það? Já, þeir bara sögðu mér hversu ósköpun og ég að vera eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til þess að þú fái 5-10 mínútur ekstra. Og svo er þetta bara tekið af mann og sendið í til Já. Almennilegt. Já. En kemur alltaf til Íslands í öllum fríum? Nei, það er nú ekki alltaf. En alltaf ansið oft. Og já, á sem sagt sko ég er giftur á Íslandi. Já. Og Ólafur Ragnar og Dorrit sko þetta fordæmi að ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi. Já. Þannig að þetta var ekki hægt fyrir þeirra tíð sko. Nú, já. Þá verður hjón held ég lögheimil á sama stað. Já. En það skilir fyrir þig og hafir þessa vinnu og sért með lögheimil í Noregi eða eitthvað? Nei, sko ég Nei, en það er ekki verra sko. Nei. En ég lít svo, sko ég er að vinna þann úti í Noregi og afla þar minna tekna og fæ mín eftirlaun og annað þegar það kemur. Já. Og þá er náttúrulega líka sko líka upplætt að borga skatta og skyldur þangað líka. Þess vegna ég skráður þarna. Já. Og eina sem ég þarf að passa mig á sko að vera meir en 182 daga í Noregi á ári. Já, ég skil. Eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Önnur kerfi? Já, ég held að það er því. Og hættir fólk fyrir að vinna? Já, sko, ég sem sagt get hætt 62 ára. Já. Og þannig fer ég ekki á full eftirlaun en Hvað ertu gaman í dag? Ég er 59. Já. Þannig að ég Þetta hugsa þér gott í glóðarinnar? Já, 20 og 24 túra eftir. Já, ok. Þá get ég farið í eftirlaunin svo sjáum bara til. Já. Hér hefur orðið snúningur. Fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem hætti að vinna segjum bara 62 eða eitthvað. Já. En nú hefur það breyst. Nú þykir bara sá dálítið hafa komið ár sinni vel fyrir borð sem að þarf ekki að slíta sér út til 70 sko. Já, sko, mann þegar ég byrjaði að vinna hjá fjármáladeild Reykjavíkurborgar fyrir mörgum árum. Það var kall þar sem var orðinn 70 og hefði mátt hætta 67. Já. En hann ákvað að halda áfram að vinna til 70 svo. Já. Og 3 mánuðum eftir að ég sem sagt tók þarna við og þá mætti ég í jarðarferðina hjá honum. Og þá víst engi við að deyja á 70 sko. Nei, ég veit. Og það var kannski ágætt að njóta þess að mjög hægt með góða heilsu og Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga. Já, mér geta dóttið niður slagi á morgun sko. Já, því miður. Já, allt fólki sem að lifði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig. Já. Þegar það væri hægt að vinna, svo bara dettur það niður. Já. Game over. Jú, það er kannski verið betra svona að vera ættingjum og vinnum til amma og leiðinda svona með maður gat sko. Já, það er með jafnvæði í þessu. Það er kunstinn sko í lífinu. Jú. Finna jafnvæðið. Og þú þarft að finna jafnvæðið þarna í þegar þú ert á pallinum og það er sem þú þarft ekkert að stíga ölduna í brjáluðu veðri. Nei. Þetta er bara eins og nánast að vera hér eða hvað? Já, þetta er bara svona. Já. Og aldrei hræddur við óveður eða neitt svoleiðis? Nei, það er þá geta menn ekkert verið í þessu sko. Nei. Auðvitað að passa sig.
já. Og hérna Víða slysagildrur. Já, þetta út allt, sko. Já. Það eru hérna margt sem snýst þarna og hreyfist fram og tilbaka og hérna. Og ertu alltaf í einhverjum svona keðjum og köðlum og þú veist, þegar þú færa þig til? Nei, þetta bara hérna, bara eins og bara dekki, sko, það eru ákveðið hérna göngubrautir merktar sem mátt ganga og með alltaf vera að passa þig. Já. Og svo hérna sem sagt, ef það sem verið færa til gáma eða lyfta upp, þá bara svæðum lokað. Þá enginn sem á erindi þar inn og hérna, og allir náttúrulega ganga í hlífðafötum með talstöðvar og hérna, og mjög strangar reglur það hvað má gera og hvað ekki. Já. En þessi kallamórall, hann aldrei neitt erfiður? Nei. Þetta er ekki fara að draga úr því, sko. Þetta ekkert hérna svona menn séu að leika einhverja hetjur, sko. Nei. Það eru bara mjög ákveðnar reglur það hvernig menn eiga að hafa sér borð. Já. Og svo náttúrulega sko, það náttúrulega gert alltaf ráð fyrir hinu versta. Og það eru æfingar einu sinni viku sem gert ráð fyrir að leggja sýra eða basi, kvikni, eldur, sprengingar. Greenpeace hérna að taka í pallin og svona, sko. Já. Það æfum okkur í þessu öllu saman. Langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall? Ég held verði ykkur 10 ár síðan eða líka. Og hérna, og það nú aðráðið bara að bjóða í kaffi ef þeir skildum koma. Það enga myndir af Paul Watson hana. Já, það var þarna hjá Sea Shepherd og því. En sem ég segi, sko, það svo margt sem getur gerst. Já. Og til þess að vera að bora með 12 metra löngum stálrörum sem vera að færa og hérna hífa gáma frá skipum og niður. Alls konar hérna apparat sem að snúast hring eftir hring og rafmagnstöflur og hérna sumt áttu bara ekki erindi í eins og rafmagnstöflunar nema sér drafvirki. Og þetta svona hættulegri störf það hérna þannig að sækja sérstakt leyfi. Og þá það bara vaktað á meðan að gera og hérna svo náttúrulega eru hérna sem sagt þannig að fara sko ákveðnu árabili í standast læknisskoðun. Já. Og svo svona endurmenntun í hérna í björgun og þess áttar þessi þyrla sem maður í sjófum hvernig maður á að koma sér út hérna þessu hvolfir og reyndar næst þegar það fór til námski, sko, þá var ég svo komin það virðilega aldra ég hérna líklega get sleppti svolítið erfiða, sko. Já. En ég myndi nú giska það, Steingrímur, ekki síst í svartasta skammdeginu að hérna stundum eigi fólk erfitt og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhverja sjálfsvígstilraunir eða sjálfsvíg. Hefur lent í einhverju svoleiðis? Nei, sko, náttúrulega fólkið á borðpillunum, þetta náttúrulega bara þverskurður af samfélaginu. Þannig fólk með áfengisvandamál. Og hérna. En nokkuð hægt að drekka borð? Nei, það hérna ef þú ert gripinn í flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hérna hvað þá lyfja, þá ertu komin í 5 ára stopp. 5 ára stopp? Já. Og þeim tíðir alltaf ferði aldrei út aftur. Einmitt. Og alltaf drykja og annað ekki lifð borð. Nei. Og sem sagt, já, svo náttúrulega fólk með sálræn vandamál bara eins og gengur annars staðar og hérna og svo eiga með þarna svona sumir eiga sér sína trúnaða vini og hérna og því ég nú einn, sko, minni skrifstofu og þá sem sagt á einum borðpallinu og þá voru þarna 2 sem hérna þurftu að opna sig aðeins fyrir mér og hérna og ég veit ekki hvort ég sé nú rétti maðurinn til þess að hérna ég gaf nú engin ráð en það var nú bara að hlusta, sko. Og það getur nú skipt sköpum. Já, ég veit ekki það en þannig menn náðu þetta að blása aðeins út og hérna og svo vita maður kannski að ég fer ekki með hann eitt lengra. Og hérna. Og þú voru aldrei mist mann borð í sjálfsvígi? Nei. En hérna menn hafa dáið þarna sem sagt klára þetta sjálfur bara í landi. Já. Og hérna. Já. Það er hérna alltaf jafn sorglegt. Já. Svo alltaf menn bara dáið
dáið úr veikindum, fekk í slag og svona og hérna. Já. Og þetta svona engin stór áföll hvað þetta var þar. Nei. En hérna, eins og þú sagðir áðan, þú ert umhverfisinnin um borð. Já. Þetta svolítið flókið. Já. Ég kannski þarf að tala við einhvern. Já, kannski þarf að gera það. En hérna, svo varst þú í VFG einhvern tímann? Jú. Áður en sem sagt ég gekk úr VFG þegar sá ágæti flokkur gekk í eina sæng með Bjarna Ben og Sjálfstæðisflokknum. Já. Þú varst einn af þeim sem sagðir hingað ekki lengra þegar ég sagði ekki neitt. Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkisstjórn með Bjarna og Framsóknarflokknum. Vinstriflokkur getur ekki verið vinstriflokkur að vinna með íhaldinum, það bara alveg klart. En það talar enginn vel þennan stjórnartíma í dag? Nei, fáir. Mjög fáir. En kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki úr háum söðulega detta hvað það var það, en það önnur saga. Já. En það bæði búið að vera mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem ég veit núna þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög lærdómsríkt að tala við þig og ekki síst út af þessari vitað mjög fáir Íslendingar sem hafa gert það sem þú ert að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkert handa við hornið neitt. Nei, ég ansi hræddur ekki, hvernig ætlum við að fara að? Já. Og flugið, það gengur illa Já, maður bara velti fyrir sér eins og staðan núna að það olíuverð búið að hækka mjög mikið og stríðið í Íran ekkert að hætta sýnismanni og allt lokað og kannski bætist í. Já. Og menn sem hafa vit á þessu að tala það að nú búið að stoppa sem sagt borin vegna þess að allar á þessu svæði vegna þess að allar olíubyggðageymslur orðnar fullar þar sem ekki búið að sprengja. Og það tekur minnstakosti segjum þetta myndi allt bara byrja upp á nýtt í dag. Það tekur að minnstakosti að hálft ára að ná upp helmingnum af þessu. Sem sagt þegar olíulindir sem eru að skrúfa fyrir þær að þá svo ansi reynd erfitt að ná upp þrýstingi aftur og svona þessi segbirgðastöðvar og annað í rúst. Þannig að hugsanlega ef það myndi allt hætta í dag, desember, janúar, að þá væri komin sem sagt helmingurinn af þeirri olíuumferð sem var áður. Og þá svo náttúrulega eru heyrðismann með Evrópusambandi sé nú eitthvað að reyna svona aðeins að fara að vingast við Rússa aftur, ég vil ekki að gera friðarsamninga jafnvel og Bretar sem sagt, þeir nú engum líkir þeir náttúrulega, það olíuviðskiptabann á Rússland en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem fyrst flutt frá Rússlandi til þess að vinna þar og svo til Englands eða Bretlands. Og þetta náttúrulega bara dálítið mikið dýrara heldur en að flytja þetta beint. Angela Merkel byrjað að tala sem sagt diplomatísk samskipti við Rússa í staði fyrir að loka á allt. Og maður ekki hvort það var hvað utanríkisráðherra íslenskur það var sem hvað upp með það við skildum að sína takk í lurgin af Rússunum. Ég veit ekki, þetta ekki gott viðhorf og þannig að okkar í raun og veru tilvera bara næstu mánuði, jafnvel ár dálítið breytt og ég náttúrulega get ekki komið hér og boða heimsendi og allt sé að fara að lóðbeint til helvítis. Það er líka dálítið svona leiðilegt ef ég að geta ofan í mig en manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi eftir nú kannski að hugsa það svona einhverja sviðsmyndir svona hafa einhver plön eins og hvað gerist í okkar efnahagsmálum ef þetta fer nú á versta veg ástandið þarna suður frá hvaða áhrif geti þetta haft á túrisma sem bara mjög stór atvinnugrein hér og fólk alltaf þegar kreppir þá þetta sem þetta fyrsta sem fólk hættir að gera, það að ferðast
hvað áhrif þetta til þess á verð á matvælum. Nú þarna ekki bara framleitt olía, það framleitt þarna óhefur mikið af áburði og efnum í hann. Þetta náttúrulega mun hækka allan kostnað við framleiðslu landbúnaðarvara, hvort sem það er hér eða á annar staðar. Hvernig mun sjávarútvegurinn okkar koma undan mjög hækkuðu olíuverði. Og ef það kreppir líka að, sko, þá hafa kannski færri líka efni á því að éta þorsakana frá Samherja, sko. Og dýrar að framleiða og minni eftirspurn. Og þá svona hluta því plani, sko, væri kannski, sko, ef maður hugsaði svona líka hérna, sko, hvað við ætlum að fara að ganga í, eða greiða atkvæðum það að ganga í Evrópusambandið. Þá langar maður svona dálítið að vita, sko, hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða. Öll meiri háttar svona tæknileg framleiðsla, þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands. Og það vitnar svo til að við erum með fríverslunarsamning við Kína sem dæmi og Indverjar reynda líka. Ef við gengum þarna inn, þá verðum við að hækka tolla. Sko, þjóðir Evrópu eru líka eldast. Og hver alltaf, hérna, það kostar náttúrulega sem sagt ellilífeyri og annað og væntanlega aukinn kostnaður við heilbrigðisþjónustu og annað og minni tekjur. Og það er svona ýmis svona atriði svona sem manni finnst maður verið að setja í samhengi við það sem að gerast í heiminum í dag. Og maður sé líka skoða leiðtogar Evrópu alveg. Það er alltaf hérna pláss í flugvélum fyrir ágangi að þjóðarleiðtogar að komast til Kína að hitta þar fólk. Og eins og ég segi líka ef eldsneytisverð er að hækka og sko, líf okkar snýst það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr. Þannig að hérna þarna mættum við nú kannski gera einhver plön. Ég sammála ekki síst þetta sem þú segir með, sko, ferðaþjónustuna. Ég held að ástandi sé í raun töluvert skuggalegra heldur en við ræðum upphátt, eða gæti orðið skuggalegra. Gæti orðið. Og ég sammála með það. Við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir, við verðum einhver plön. Og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafi verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna, þessa mannaflsfreku grein sem að hefur slitið innviðum alveg gríðarlega og að mörgu leyti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öðru leyti sé hún gríðarlega mikilvæg. Og við vitum ekkert alveg hérna hvað mun taka við núna, sko. Nei, nú maður náttúrulega bara hugsa með skelfingu til þess, sko, að þetta verður eitthvað verulegt högg. Með þá fyrst og fremst fólki, sko, sem vinnur við þetta. Ekki bara í að gæta og keyra rútur, en það eru beitingahús og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað. Og þetta náttúrulega mun líka gerast í annar staðar. Og tökur landið svo Spán. Þetta verður alveg, er alveg svakalegt högg þar. Og hérna Við eigum þó orku og auðlindir, sko, sem ekki allar þjóðir eiga. En við erum ekkert voðalega ánægð með hvernig gæðin dreifast og deilast og þess vegna, og við erum náttúrulega ekki ánægð með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánægð með það að nú orðið þá er mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísin að eiga ríka foreldra að auðuga ættingja sem hjálpa til. Og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB en þú ert nú ekki í þeim hópi, held ég. Sko, maður getur ekki bara afskrifað þetta svona sem setja ekki við borðið en það er svona ýmislegt svona sem ég finnst verðum að fá að vita aðeins meira um. Algjörlega saman. Og sko mín persónulega skoðun alltaf ekki skipta nokkur máli hvað kemur hérna fólki betur. Þú ert bara veg og meta rök og setur og hérna sko það setja hér kalla vera 60 og segja fólki hvernig í hverju hamingja sé fólkin, sko, það er ekki alveg hérna, það er að koma hér önnur kynslóð. En hins vegar sem sagt að spyrja sig bara gagnrýna spurninga hvað fáum við og hvað er alveg öruggt að við munum missa. Og bara geta að fá úr því skorið
En þá líklega verður þær upplýsingar helst að vera réttar. Já. Svo að fólk geti þá myndað sér skoðun. En sjálfur er ég nú ekki óskaplega hrifinn af þessu bandalagi, svo það sé nú sagt. Nei. Og pabbiðinn Óli kom með, hann hefði sagt nei í ágúst, er ekki? Ég á nú von á því. Já. Það er líka, sko náttúrulega Evrópa er náttúrulega byggð bara á blóði, sko. Nei, hún er ekki bara byggð á blóði. Evrópusambandið var náttúrulega viðbragð við blóði. Já, sko, áður fyrir þá þessar aðalþjóðir sem er í Evrópu. Þetta er náttúrulega mergsaug. Já. Asíu, Afríku og Suður-Ameríku. Já. Bæði hvað var auðlindir og þrælahald. Já. Og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum, sko. Það var ekki svona eins og vinnuhjúin á Jótlandi hefði það svolega gott, sko. En auður Evrópu er byggður á þessu. Já. Og En það er ekki svipað með Evrópa Bandaríkin, bara alltaf versta og alltaf besta. Einhver hrærigrautur á því? Já, en svo er náttúrulega bara búið að fjara þarna undan þessum tekjustreymi, sko. Já, sumir segja að það sé áhyggjuefni. Já, það er kannski mjög gott fyrir þá sem til að búa við þrælahald og láta ræna sér auðlindunum að það sé búið að skrúfa fyrir þetta. Já, það er sjónarhorn. Já, ég held að þjóðum Asíu, Afríku og Suður-Ameríku þykir kannski ágætt að fá að fara aðeins að njóta sjálf þess sem það landa upp á að bjóða. Já. Einmitt. Ertu að ræða þetta við félagið þína borð á olíuborpallinu? Svona pólitík? Já, en alltaf hins vegar sko því að þeir eru nú svona betur talandi á norsku en ég. Já. Þá Það finnst þið gott að koma heim og geta notað ástkæra eilíra. Já, og láti það er erfitt sko að rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur en maður sjálfur. Ég veit að það er alveg ömurlegt, það er svo frústrerandi að maður viti það alltaf að maður mun svona að hámarki ná að koma 70-80% af því sem maður langar að segja frá sér. Já, og gera alltaf brjálaða sko. En verulega gaman, Steingrímur Ólafsson, að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni. Já, þetta er mest svo sjónvarpsstöð sem mest horftir á heima hjá mér. Já, gaman að heyra. Og heldur að Íslendingar í Noregi alla jafna viti eitthvað samstöðina, fylgist með? Já, svona, ég bara þekki það ekki en ég svona ít að því að auglýsingafulltrúi stöðvarinnar í ættinni sem þar er. Mér líst vel á það. Já. Og svo þurfum við að fá sem flesta áskrifendur, styrtaraðar. Já. En kæra þakkir Steingrímur fyrir að koma og nú veit ég eins og ég sagði áðan heilmargt lífið borð í olíuborpalli og það er líka bara gaman að kynnast svona skoðunum þínum og lífsýn, heimsýn. Takk fyrir það, en ég var ekki eins og byrjar að tala pólitík, sko. Já. Við getum kannski ekki gert bæði en það sem við getum gert Steingrímur er næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus þá getum við spjallað bara pólitík. Við skulum bara sjá til með það. Já. En ég held sko að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum. Nei, ég ætla að rumpa þessu lífi af sko en að fara svo í pólitíkinu. Þú bara kemur aftur til mín. Við skulum bara sjá til með það. Já, samstöðin er grasrótarstöð. Við tölum við alla. Já. Og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að hleypa fólki hér að hljóðnumum til þess að tjá sig mál. Nei, það er bara mjög gott að maður að sjá sko fólk sem er hér í viðtölum við ykkur. Þetta er stórfrótt fólk margt hér og mjög miklar og góða skoðanir eða svona öðruvísi skoðanir. Já. Og við erum svo þakklátt yfir hvað fólk er tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur. Því við værum ekki neitt án okkar gesta, án okkar viðmælenda, án radda okkar viðmælenda. Það er sjálfsögð. Já. Og þú ert ein þessara radda í dag og kæra þakki fyrir komuna. Já, takk kærlega fyrir mig og sjáum síðar. Já, við gerum það nefnilega. Og við höldum áfram, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt, allt öðruvísi kafli hér eftir andartak. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu,
Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.